En ég veit að þú hatar hana. Og þá langar mig að spyrja þig, sko, af hverju hatar þú borgarlínuna? Það útilokað að börn á Íslandi eigi í einhverju meiri erfileikum með að læra eða að kennarar á Íslandi séu verri kennarar. Það útilokað. Ef að þið farið í stjórn með Samfylkingunni, eru þið ekki bara sama hækjan og eru þið í borginni? Erindi mínu sé ekki lokið og næsta erindi að fara inn í þennan fjármagnskostnað sem ég tel að sé óþarflega hár fyrir ríki þar sem góður hagvöxtur. Hvað finnst þér þessa svona, ég ætla að leyfa mér að segja það bara, og ég veit að þú myndir kalla það líka að þú sért ekki að fara að viðurkenna hérna, aumingjavæðingu. Lilja Alfreðsdóttir, hvað segirðu gott? Ég segi mjög gott. Það ekki? Jú, mér skaman í kostningabaráttu. Það ekki? Þannig að ég hress. Það ekki? Æðislegt. Hvað hérna, sko, nákvæmlega að fá að vita, sko, fyrir maður séu efnahagsmálin. Hvernig lest í stöðuna? Út af því að ég var með hérna mann daginn sem að sérfræðingur í skuldabréfum. Og hann sagði að það var eiginlega magnað að ríkisstjórninni hafi tekist með þann hagvöxt sem hún væri með að skila ríkissjóði í halla. Hvað segir það? Ég segi það auðvitað að við förum í aðgerðir sem var kallað eftir af auðvitað samfélaginu í COVID-aðgerðir sem kostuðu auðvitað talsverða fjármuni og það ekkert hægt að horfa fram hjá því að við fáum líka Grindavík sem sagt þurfum að taka á því og þannig að það auðvitað póstar sem skipta máli og ef við bara förum yfir skuldastöðuna, hún í kringum, hún 19,2% 2019 og núna 32%. Ég held að ég alveg sammála því að, og hefur auðvitað talað fyrir því og það hefur auðvitað það sem hefur verið að gerast í mínu ráðuneyti að sá COVID-stuðningur sem fór inn í til að mynda kvikmyndasjóð og deilt á mig núna. Ég meina, þetta var tekið tilbaka af hverju vegna þess að ég vil sjá skuldastöðu ríkissjóðs, hún þarf að vera lág sem hlutfall af landsframleiðslu til þess að lækka fjármagnskostnaðinn svo við getum notað hans og í uppbyggingu, innviði, heilbrigðiskerfi og annað slíkt. Við höfum fengið mikinn tekjuauka, það alveg rétt hjá þessum aðila að tekjuaukin hefur auðvitað verið mikill vegna þess að hagvöxtur hefur verið mikill og ég skrifaði grein í Morgunblaðið síðustu helgi sem bar heitið hagvöxtur lækkun ríkisskulda á húsnæðismarkaðurinn þar sem ég að setja svona ákveðnar vörður hvernig ég tel að við þurfum að fara inn í næsta ár lykilatriði og erindi næstu ríkisstjórnar. Það að ná niður fjármagnskostnaði Íslands, ríkissjóðs, heimila og fyrirtækja og það hægt að gera það án þess að fara í Evrópusambandið. Hvað heldur að hafi, sko, þú nefnir COVID og ég hjartanlega sammála þér, ég held við höfum algjörlega mist vitið í COVID í sambandi við bæði frelsi einstaklinga og náttúrulega með efnahagslegu tilliti. Þegar þú horfir í baksýnisspegilinn og eins og segi, það alltaf auðveldara að horfa í baksýnisspegilinn. En þegar þú horfir í baksýnisspegilinn, hvað heldur að hefur verið svona í efnahagslegu tilliti mestu mistök sem við gerðum á tímum COVID? Ég held að ég ætla reyndar að vera ósammálaðir sko miðað við þær aðgerðir sem sóttvarnar yfirvöld gripu til og ég þekki það auðvitað mjög vel sem bæði sko sem menningarmálaráðherra og sem hagfræðingur og núna sem ferðamálaráðherra sem bara atvinnugrein sem ég hef fengið að kynnast mjög vel á þessu kjörtímabili og þykir mjög væntum og hefur auðvitað mikið pælt í henni út frá hagrænu gildi hennar fyrir hagkerfið okkar að þá í raun og veru mynda ríkissjóður svo kallar efnahagslega loftbrú til þess að missa ekki þessar umfangsmiklu gjaldeyristekjur og það sem gerist í okkur að við förum niður hagvöxt 6,7% sem var mjög mikið ef við horfum á Bandaríkin og Evrópu. Akkur förum við svona mikið niður? Það vegna þess að ferðaþjónusta 8% af landsframleiðslu og 34% á útflutningstekjum. Hvað gerir svo að því að við myndum þessa efnahagslegu loftbrú að hagvöxtur fer svo mjög mikið upp alveg 9%. Það ekkert skrítið þegar við erum í svona litlu og opnu hagkerfi þar sem ytri áföll hafa meiri áhrif á okkur út af svo kallum nefnara og teljara. Þannig að ég ætla að segja við þig að ef við hefðum ekki gert þetta þá væru við ekki
með áframhaldandi hagvöxt, hefðum ekki farið að greiða niður skuldir. Ég hef reyndar alveg og ég alveg búin að segja það við kollega mína í ríkisstjórn. Ég meina ég set alveg spurningamerki við það af hverju við erum först þarna í 30% vegna þess að ég þekki það í mínum ráðuneytum að allur COVID-stuðningu var dregin tilbaka í ferðaþjónustu og menningu, ekkert var það eftir og ég held að það sé eitthvað sem næsta ríkisstjórn þarf að skoða. Þannig að það voru engin mistök sem voru gerð? Auðvitað er alltaf einhver mistök. Hver? Ég myndi segja að við höfum þegar við lítum bara sóttvarnar aðgerðir sem slíkar, ég segi það sem menntamálaráðherra, ég var að berjast í því að halda framhaldsskólastiginu opnu og það er svona það sem situr í mér sem ráðherra í þeirri ríkisstjórn og ég veit ekki hvað ég fundið það oft með Þórólfi, en sóttvarnar yfirvöld töldu að þau voru að gera rétt og við sjáum það að við lítum á dánartíðni og eitt og annað. En við búum alveg við afleiðingar af COVID-19 einhvers síður, þannig að við spyrum mistök, þá tel ég að þetta hefur verið mistök. Voru það mistök að setja þessa innspýtingu inn í hagkerfi? Nei, mistökin liggi í því að draga ekki hraðar úr eins og ég hefði viljað gera. Svo ég notið þá skildaðatíð. Já, þetta var sástu Silfrið í gær, Alma var þar einmitt að ræða það, og það var Brynjan hérna vinur minn var einmitt þar líka og þar voru þeim að tala þetta svona hver svona. Og alltaf fyndið að þetta sé að koma núna í kosningabaráttunni það er alltaf talað að við þurfum að gera upp COVID og eitthvað, náttúrulega einn sem er bara með heilan stjórnmálaflokku utan það, þó að honum reynda gangi ekki vel. En þú kemur hérna inn og ég ætla að vera smá pólitískur þýðandi fyrir þá sem að lása ekki alveg í þetta. Þú nefnir við erum ekki að fara inn í ESB án þess að ég spyr það, þannig að þú ert alveg föst á því að þið alveg, það er ákveðin forgangsatriði. En myndir það segja að þetta hafi skrifast á þessa tvo núna frambjóðendur samfylkingarinnar að við séum komin í þessa stöðu, Ölmu og Víði, að þau hafi í rauninni viðhaldið of miklum aðgerðum og krafist þess að við tækjum harðar á samfélaginu út af þessari veiru heldur en þú hefði kannski endilega viljað? Nei, ég held að það er mjög auðvelt að sitja hér og segja þú ert að, svo við bara setjum þetta upp bara í raunheimar við hvað var að etjast, við hvað var að etja. Það er auðvitað þannig að við sáum hvað gerist á Ítalíu á sínum tíma, við sáum líka hvað var að gerast í Svíþjóð og það kemur tillaga frá sóttvarnarlækni hvernig þú ætlar að ná utan Íslands samfélag. Og þú vilt auðvitað, þú setur auðvitað heilsu númer 1, 2 og 3. Það sem ég er auðvitað bara að segja þegar við erum að fara yfir þetta, það er mjög auðvelt að líta tilbaka og segja, við vitum það núna til að mynda að það hefði til dæmis eins og við vorum eitt fárra samfélagi sem var með leik og grunnskóla opið allan tíman og ég er rosalega stolt af því, með ég segja á móti að ég hefði viljað hafa þetta opnara og bara hreinskili með það að ég ætla að setja mig í einhverjar þær stellingar að geta sagt hvað hefði verið hægt að gera betur út frá heilbrigði þjóðarinnar og veirunni. Ég tel mig ekki vera þess umkomna, en það sem ég tel mig vera þess umkomna er að segja ég hefði viljað sjá meira dregið úr Já, varst ekki líka á þessum tíma erum við að missa vitið? Það vorum bara, það var orðið mjög langt síðan við vorum öll bólusett, ég talaði við Þórólf á sínum tíma þar sem hann í rauninni viðurkenndi að við hefðum haldið samfélaginu, að mínum að allavega, ég las sín það, ég kannski myndi ekki viðurkenna það, að við hefðum haldið samfélaginu lokuð í hálfu ári of lengi. Þegar þú varst þarna í ráðuneytinu, þú kannski varst ekkit endilega í miðju og iðju þess að sjá til þess að hvort að við myndum halda opnuð eða lokuð, þó svo að náttúrulega þú varst ráðherra á þessum tíma, en horfðir ekki stundum á þetta og var bara, hvað er að gera hérna? Á seinni stigum hugsaðu þannig, en ég meina ég var bara í því að hvetja fólk, leikskólakennar og kennara áfram að þeir myndu halda skólakerfin okkar gangandi. Ég meina getur ímyndaðir áhyggjuna sem eldri kennarar höfðu á sínu tíma þegar þau voru að mæta í leikskólana og grunnskólana. Ég meina það var eins sem ég var að gera. Ég var bara að halda þessu menntakerfi gangandi og ég meina ég var með vikulega fundi fyrir allt skólakerfið, alla föstudaga til þess að segja þeim við vorum með sérreglugerðir fyrir skólakerfið og OECD og fleiri hafa verið í sambandi við mig hvernig við fórum á þessu að því að margir hafa áhyggjur af PISA og við getum
kemur ekki dórt og við farum aðeins yfir það hér og eftir en það var það sem ég var að hugsa þetta allan tíman ég þurfti líka að huga því að bara alla sviðslistir í landinu að þær myndi bara ekki vera í mikill úlfakreppu eftir þetta og það sem gerist hjá okkur er að aðsókn bæði í leikhús og tónlist og annað slíkt er umfangs, mun meira aðsókn hjá okkur að því að við gerðum það sem við gerðum og ég meina, ég held að finna sér enn að reyna að lyfta upp þessum tölum að því að COVID hafði þessi samfélagslegu áhrif og ég meina, ég þekki líka bara fólk sem COVID fór mjög illa með bara, Já, ég meina þú sér þetta bara úlingum í dag, þeir kunna ekki fjöra sér samskipti á sama máta og fyrir kynslóðu gerðu, það hefur eitthvað rofnað. En er það bara COVID-ið? Eða, veist, ég held það. Ég meina, ertu með betri skýringu? Nei, það eru bara öðruvísi samskipti. Ég var hérna að lóna á Dóni í símanum, það bara komst ekki að, það var ein lína og maður var bara alltaf í símanu sem krakki. Og ég meina við vinkonar bara hérna og erum enn. Þú varst mikið í síman? Já, það er að tala um að ringja. Já, ég meina þú varst alltaf að ringja, þú varst alltaf að spjalla. Já. Og börn í dag, ég meina það eru öðruvísi samskipti, þau eru nota meira snjallsímana, eru að skrifa skilaboð, þannig að ég held að þetta sé, ég myndi svona vara við því að skrifa þetta alltaf COVID, en augljóslega hafði COVID þarna áhrif og mér finnst líka stundum, svo ég bara segi það alveg svo ég meina þegar endalaust verið að segja að unga kynslóðin einhvern veginn að hún sé ómögulega. Já, ég er svo ósamálaði og ég skal segja það hverju vegna þess að þú þarft alltaf að taka þessi 30.000 fet á samfélagið þitt bara sýni það hérna sem svo að þú hugsar, hvernig atvinnu þáttöka í þessu samfélagi hvernig virkni fólks þar eru við að gera mjög gott mót og hefum gert bara síðustu 40 árin og þegar margir eru að gagnrýna menntakerfið og ég tel að hvernig svo gagnrýni er að eiga sér stað eins og gagnvart kennurum, ég held að sé algjör mislestur á stöðuna vegna þess að framúrskarandi menntakerfið þau eiga sér eitt sameiginlegt og þar er mikil virðing borin fyrir kennurum hvort sem er Singapúr, Íslandi, Finnlandi, Kóreu, Japan en það sem er hjá okkur er að við tókum ákvörðun það á sínu tíma að útskrifa fólk að framhaldsskólastiginu 20 ára, 2 árum seinna en flest viðmiðunarlöndin og ef við ætlum að breyta þessari nálgun, ef við erum að hugsa við viljum ná meiri árangri í PISA þá þarf að fara í ákveðna kerfisbreytingu og vera með samskonar nám fyrir sama aldur og mér finnst miklu frekast að þess einhvern veginn að til að mynda eins og matsferillin sem Ásmundur að hrinda í framkvæmd og partur af menntastefnunni, það eru mun meiri mælingar sem við erum að setja inn í kerfin og fyrr, vegna þess að því fyrr sem þú kemur að því að börn eiga í erfiðleikum með nám og við getum séð þetta strax í kringum 4 ára á leikskólastiginu með prófunu hljómur og ferð og þannig að stuðningurinn sé ekki svo kallar afturvirkur heldur framhlaðin, ég vil sjá umræðina miklu frekar þar en að segja, heyrðu, tökum þessi próf sem í raun og veru menntakerfi var eilítið búið að hafna og sem ég fannst pínu erfið sem menntamálráðherra því ég er svolítið svona, ég veit alveg hvernig ég var duglega að læra fyrir próf en núna er bara menntakerfið öðruvísi og ég fylgist mjög vel með því í gegnum börnum mín, ég er með stelpu í Réttarholtsskóla og það er öðruvísi og verra strák í verslunarskólanum og afsækiði krakkar ég sé að minnast á okkur hér en ég ætla samt að segja það ég meina þau eru endalaust að skila verkefni ég meina þau eru og það er verið að prófa þau ég meina þau eru í endalausum prófum þó að þau séu ekki samræmt og þau fara yfir og ég er mjög ánægð með það sem ég sé gagnvart mínum börnum og ég held að í stað þess einhvern veginn að segja að þetta sé allt ómögulegt vegna þess að ég held að það hafi mjög neikvæð áhrif á nýliðun inn í kennaramenntun og ég vann mjög markvisst af því að auka verulega og við sjáum það við getum farið yfir það þannig að ég segi það eru þetta atvinnustig hverra þjóðar það er hagvöxturinn og hvernig
í hvernig sóknarhug þjóðin og þar hefur bara gengið býsna vel hjá okkur. Já, en sko, nú veldi ég fyrir mér og það orðið ábyrgð kemur svolítið upp í hugan. Já. Undir Ásmund Einari hefur einfallega kerfið orðið verra. Undir Framsókn hefur kerfið orðið verra. Hvernig sérðu það? Út af því að við erum að sjá verri PISA-kannanir, við erum að sjá verri líðan, við erum að sjá verra allt. Já, líðan eitthvað aðeins skárri hérna heldur en hérna Norðurlöndunum, það breytir því ekki að hlutinu verri. Þessi matsferill náttúrulega bara eitthvað sem var tekið úr Kveikjum neistan. Já, skrefi rétta átt, en alls ekki nógu gott. Já, þú kemur inn á þetta smá. Sko, hvar sem að Hermundur Sigmundsson og aðrir sem hafa verið að vinna í þessu verkefni hafa drepið niður fæti, þá hefur kerfið orðið betra. Samt sem áður hefur Ásmundur því miður leyft sér að verða ekki við kröfum þeirra, heldur verða við kröfum menntavísindasviðs út af því að við þurfum að fá kennara með okkur í lið. Ég alveg hjartanlega sammálaður að sko athyglinin á ekki að beinast að kennurum. Þeir eru aftur á móti í kerfi sem alls ekki til þess fallið að bæta stöðu krakka. Krökkum líður verð, krakkar að standa sér verð, það eitthvað að. Og það sko, og þú veist, og við getum fært það líka yfir, og þú mátt koma aftur inn á menntamálin, en þú veist, þetta líka þegar þú talar fjárhag ríkissjóðs. Ég meina, það alltaf mikil verðbólga. Við prentum alltaf mikið peninga í COVID. Þú getur ekki bara sagt, já, heyrðu, nei, þetta var bara allt COVID-málin, þú ert búin að þrefalda eða eitthvað í listamannalaunin og það bara alltaf tvöföldun og þreföldun, alveg sama hvað drepið niður þegar ráðherra koma með eitthvað sko útspil og það alls ekki bundið bara við Framsóknarflokkinn, þetta allir flokkar, það alltaf tvöföldun og þreföldun, það virðist ekkert vera neitt ábatagreiningamat sem snýr að því að fatta hvað við erum að gera, þannig eins og segi. Hver ábyrgð? Vá, hvað ég hlakka til að fara yfir þetta. Ég bara get ekki Þú mátt koma hérna á hlaða, en sko eins og segi, berið þið einhverja ábyrgð? Að sjálfsögðu ber ég ábyrgð á því að hafa innleitt Kveikjum neistan. Það gerist á minni vakt, það var Íris Róbertsdóttir sem kemur og við settum það á laggirnar. Ég setti líka tilraunaverkefni í Efra Breiðholtið til þess að vinna með börnum af erlendum uppruna og þegar þú nefnir að það sé verri árangur, þegar ég menntamálaráðherra frá árinu 2017 til ásins 2021 og börnin fara þar í PISA árið 2018. Heldur þú að það sé verið að endurspegla þetta eina ár sem ég búin að vera menntamálaráðherra? Heldur þú það? Nei, þú ert með svarið því. Nei, ég að spyrja þig. Já, nei, ég held að ég veit ekki. Nei, þannig að þú getur ekki verið hér og sagt að það hafi verið verri árangur í PISA þegar ég er búin að vera ráðherra í heilt ár. Það sem ég gerði að ég sett á laggirnar mikla greiningu eins og þú heyrir á því hvernig við sækjum fram og ég skal segja hvernig við gerum það. Við gerum það í gegnum orðaforða og að fara meira á dýptina inn í þessi lestrarfög og náttúruvísindi. Ég sýndi fram á að það ríki sem stendur sér best heitir Eistland og hvað eru Eistlandir að gera? Þeir eru með 160% fleiri tíma á miðstigi í náttúruvísindum en við. Ég kom með tillögu þess efnis að til þess að ná betri árangri þá þurfum við að gera það. Það sama á við nám í móðumálinu íslensku. Ég kom líka með tillögu í því að auki, þá segi ég, þú þarft að fara í þessar kerfisbreytingar. Ef þú ætlar að árangri PISA, þá verður að bera saman epli og epli, ekki epli og appelsínur. Og þetta fór allt inn í, allar þessar áherslur eru inn í menntastefnunni og það sem þú sagðir varandi Kveikjum neista, að við verum ekki að íta á það, sjálfsögðu erum við að gera það. Og tala um ábyrgð, ég er mjög stolt af því að hafa barist þeirri breytingu á aðalnámskrá til þess að fara í Kveikjum neistan. Ég leiddi saman Bæjarfélagið, Háskóla Íslands, Hermund og Menntamálastofnun á þessum tíma að því ég var samfær það að það væri hægt að gera betur og með sérstaklega áherslu á hreyfingu, á lestur og starffræði vegna þess að það er útilokað. Það er útilokað að börn á Íslandi eigi í einhverju meiri erfileikum með að læra eða að kennarar á Íslandi séu verri kennarar. Það er útilokað. Það sem þarf að gera, það er að fara og segja, eru við með börn sem eru með sama námsefni. Ég þekki þetta mjög vel vegna þess að þegar við byggum í Bandaríkjunum og sérðu það þegar íslensk börn var að koma inn, þau voru mjög oft að minnsta kosti 1 ára á eftir eða ekki 2.
Og hvað eru margir menntamálaráðherrar sem hafa skoðað PISA-prófið alveg frá A-tilu og verið niður í menntamálastofnun og skoðað hvað að gerast? Það hef ég gert. Og það sem ég sé þegar ég að fara yfir þetta eru mjög þægileg próf. Þetta eru fyrst og síðast lesskilningspróf. Þú lest því í gegnum starffræðina, þú lest því í gegnum náttúruvísindin og svo þriðja þáttinn sem svona samfélagslegur. Og það sem þú sérð þegar þú lest þetta, að þetta er ekkert ósvipað náttúrufræðinni sem maður var að lesa þegar ég var á öðru ári í MR. Hvað segir þetta mér? Þetta segir mér það að börnin okkar, þau eru ekki búin að fara yfir þetta námsefni. Við getum tekið ákvörðun það að segja, sem ég hef oft hugsað að því að menntamálin, eins og þú sér hér, eru mér mikið hjartansmál og ég skil alveg það sem þú ert að segja og þetta pirraði mig alveg gríðarlega að sjá þennan árangur alltaf vera að dala og ég tel að ef við ætlum að ná almennilega utan um þetta þá þurfum við að spyrja okkur bara og ég bað það ég bað Menntamálastofnun að gera það að fara í samanburðar bara greiningu á nákvæmlega námsgögnunum og hvað er verið að gera að því að mín sterka tilfinning er að börnin okkar búi ekki yfir þessum orðaforða sem þau þurfa að því að það eru 160% færri tímar á miðstigi í náttúruvísindum og ég get alveg sagt því það að vera alveg reynskilin og ég meina ég stóð alveg ég stóð í ströngu í ráðuneytinu og það er ekkert leyndamál. Þið voru að vinna vinnuna eins og þið er alltaf að segja. Já, ekki? Nei og ég meinaði ekki bara þannig, ég meina ég var auðvitað bara þú vinnur í Seðlabanka eða vinnur hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá er allir mjög reynskilnir. Þú getur ekki gert annað, þetta er bara stöðugt að vinna með markaðsviðkvæmar upplýsingar og þú getur ekki með alltaf með konstant áhyggjur, það er svona einkennir fólk oft sem er að vinna á svona stöðum, þá ég er ekki að hafa áhyggjur af því fólki, en þú bara þarft að segja hlutina nákvæmlega eins og þeir eru og þú ert alltaf með gögn og það var ekki droslega vinsælt þegar þú ert að byrja og segja, heyrðu, ég vil sjá meiri árangur vegna sem ég vil að börnin mín séu að minnstakosti jafnvel undirbúin fyrir háskóla eða framhaldsnám erlendis eins og ég var. Þann metnað hef ég fyrir samfélaginu okkar og menntastefnan sem ég þykir mér finnst það pínu sérstakt þegar ég sé Reykjavík Suður hjá Sjálfstæðisflokknum vera að koma með sína eigin menntastefnu að því ég get ekki séð að Reykjavík Norður hafi verið með í henni en þar er bara verið að fara yfir stóran hluta af því sem við vorum að gera og það villum bara þannig til að eitt frambjóðandi sem er þar hann var að vinna með mér í þessu þannig að hann þekkir og hann þekkir það auðvitað hann er vinnu minn, hann er toppmaður mjög og ég til dæmis ég er opbóðslega ánægð til að mynda með eins og í réttarfarsskóla, svo ég komið því nú að þessa ríku áherslu á orðaforða þannig að það er bara og svo er það annað líka sem bara rannsóknir sín okkur finnst þér eins og ég hafa mikið áhuga á þessu? Hei, með þess að bara gegja. Já, það sem rannsóknir sín okkur líka að þú ert með texta og ef barn eða ungmanneskja er ekki með skilning á 98% af því sem er í textunum þá getur ekki dregið röklega rétta ákvörðun. Ef orðaforðin er þarna sem þau ná ekki utanum þá náðu ekki utanum prófið. Við ekki settir tvennt sem við gerðum. Ég var þeirra gæfu aðnjótandi að sitja í menntaráði Reykjavíkurborgar frá árinu 2006-2010 og varaformar og ég hefði áhuga á tvennu sérstaklega. Annars vegar hvað var að gerast í þessari alþjóðlegu PISA-könnun og börnum og erlendum uppruna og því ég kem þar inn þá var ekki einustu byrjað að flokka uppruna þeirra til þess að þau fengju sérstaka aðstöð að því að mjög erfiðara oft þú kemur frá Asíu en þú kemur frá Noregi og bara ég þekki það því ég var að læra í Kóreu það var rosalega erfitt að læra kóreansku til að byrja með en nema hvað, að við förum í það að kynna PISA-prófin og vorum með pizzu við sögum bara, ef þið klárið PISA-prófið þá fáið þið pizzu í lokin og þú getur séð það árangurinnum ég er ekki að segja þetta sé pizzu áhrifin en við fórum bara markvisst að segja börnunum kláriði prófin af því að eitt af því sem við komum stað að börnin voru ekki eins og klára prófin af því að það var ekki verið að leggja áherslu á prófin við gerum þetta líka 2018 ég var með mjög mikla kynningu á prófunum af því að ég vildi líka við fengum áhrifavald og fleiri til að segja standið ykkur vel fyrir Ísland
og það sem einkennir svolítið prófatöku íslenskra barna og sérstaklega KK að þeir bara fara fyrir úr prófunu. Þeir klára ekki prófið, að þeir eru að fara að gera eitthvað annað. Nei, en ég meina eins og segi, það sem breytir ekki því að orðaforðin minni. En mér langar aðeins að skipta gír. Sko, ég sá hérna út að þetta tengist þessu. Ég sá hérna meme fyrir 2 dögum sem að ástóð I should, svo þetta var á ensku, I should record my mental breakdown and post it online. Og mér var þetta mjög fyndið af því leitinu til að það lýsir rosalega mikið þeim veruleika sem við erum með í dag. Fólk það er orðið ákveðin svona trend að vorkenna sjálfum sér. Þetta er náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að það er svona ákveðin pólitísk eftirspurn eftir því að stjórnmálamenn vorkennið mikið. Og vorkennið helst... Það áttu ekki að tala mig. Nei, ég veit það, en ég menna, en eins og segir. Það alls ekki, og ég ætla að fara yfir líka varandi listamannalaunina, því að þar ertu líka bara í, í smá rugli, svo ég segir það. Öruglega, förum í það eftir smá. Já. En út af því að ég að tala um skjánótkun og það að sé svona ákveðin eftirspurn eftir því að fólk vorkenni sér. Það maður finnur alveg líka, ég meina þið mælist lág og ég meina þið eru landsbyggðarflokkur. Þar fólk ólíklegra til þess að vorkenna sér og ólíklegra til þess að taka upp einhvað kvíðakast og setja það á netið sem einhverjum óskiljulegum ástæðum fólk gerir í dag. En svona vorkun, ábyrgðarleysi og svona áræðinisleysi, dugnaðarleysi, hvað finnst þér þetta? Við erum að sjá ótrúlega mikinn svona kvíða, fólk bara heila stéttir í kringum eitthvað 30% kulnun sem náttúrulega skrifast bara það að fólk með einhverjar 3, 4, 5, 6, 7 tíma í símanum á dag og bara skilur ekki á hverju þeim líður svona illa. Hvað finnst þér svona þessa þróun sem við erum að sjá í svona áræðinisleysi og svona, allsherjar vorkun fólks á sjálfu sér allan daginn út og daginn inn, út af því að þú ert mjög dugleg. Þú hefur sótt þér gráður víðsvegar heiminn, þú hefur náð ótrúlegum árangri á þeim sviðinu sem að þú er búin að ráðherra lengi og enda því varst á Seðlabankanum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Hvað finnst þér þessa svona, ég ætla að leyfa mér að segja það bara, og ég veit að þú myndir kalla það líka, þú sért ekki að fara að viðurkenna hérna, aumingjavæðingu. Ég tel að, ég legg rosalega mikla áherslu á iðjusemi, það gamla orð. Bara, elju. Já, elju, þrautsegi. Og ég get alveg sagt þér að mér það svona eiginlega vænst það því ég sé að börnum mínu séu dugleg. Ég segi alltaf, jafnvel því, þú ert ekkert alltaf í toppmálum allstaðar, ég meina það er bara þannig, en ég segi alltaf það besta, reyndu alltaf að gera þitt besta og gerðu þetta aukalega ef þú heldur að þú geti gert það. Mér finnst þetta að vera svolítið spurningum gildi, að því vorum aðeins að fara aftur í menntastefnuna. Eitt af gildunum þar, bara tvennt, það hugrekki og þrautsegja. Og þrautsegja, að því varst að tala um það er andhverfa þess sem þú varst andstæða þess sem þú varst að segja. Hún kemur okkur áfram og það verður að vera þannig að við séum með þessa hvatningu og við höfum auðvitað alla burði til þess sem þjóð sem er með alveg gríðarlega öflugt íþróttastarf sem ég mjög mikla trú á og ég mjög ánægð með það hvað er mikið að ungu fólki og börnum í íþróttum. Ég ætla að nefna annað sem er tónlistaskólanir okkar. Við værum ekkert að ná þessum árangri á heimsvísu í listum nema þú værir ekki með hörku duglegt fólk, hvað sem þessi Víkingur eða Laufey eða allt þetta fólk. Og ég mér finnst þetta rosalega áhugaverð þróun sem þú ert að lýsa. Ertu ekki sammála að þetta sé, að ég menna þetta er að gerast, svo við séum bara hreinskilin sjálf okkur, því að þetta er líka það að ég mun koma til með að reiða mig á það fólk sem að sinna hverskins verkanum dagsdaglega. Þannig að þetta er ekki bundið við það tómarum sem að fólk lifir í hverju sinni. Því við reiðum okkur á hverjum degi á það að fólk mæti vinnuna. Ég skal nefna eitt dæmi. Þess að ég var ekki alveg sammála öllum í ríkisstjórn.
Ég var efins styttingu vinnuviku. Mjög. Af því að það var sagt um mig, þetta kostar ekkert svo mikið. Og ég svona bara, býði nú aðeins við, þá var þessi, ég meina ég ekkert alltaf, það finnst ekkert allir mjög skemmtileg, sko. Nei, ég meina þetta var líka gali. Út af þessu, ég segi byttu, hérna. Sumir líka sagði að við myndum græða á þessu, sko. Já, ég var ekkert einn bara, þið hljótið átt ykkur á því að ef þið eru að stytta þetta inn í heilbrigðiskerfinu, veitu hvernig það þýða fleiri vaktir. Og ég segi svona hvort það var hjá viðskiptaráði eitthvað svona, ég meni þið veru átt ykkur á því að stytting vinnuviku veldur verðbólgu. Þetta var áður en verðbólgan fer á stað. Ég fekk náttúrulega einhver rosa fyrirsagnir að ég væri nú, þú veist, það var nú hæpin hagfræði hjá mér. En hvað var ég að segja? Ég er að segja að þú ert að takmarka framboða vinnuafli með því að stytta vinnuvikuna. Þannig að styttingin á vinnuviku kemur auðvitað á versta tíma og það hlýtur því að þú þarft að ráða inn fleira fólk. Og þannig ég seti auðvitað mikið spurningamerki við tímasetninguna að því við sáum að vorum komin í gegnum COVID-ið og viltu þá minnka frambúða vinnuöfli, það bullandi eftirspurn eftir þessu öll fyrirtæki þekkja. En þarna komum við svolítið inn í þetta vinnusiðferði sem ég held að sé drifkraftur framfara. Að þú hafir, þú veist, þetta snýst það mæta á réttum tíma, hafa frábæra mætingu. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Og skilabóð líka til ungs fólks. Mæta alltaf á æfingu, mæta alltaf í tónlistarskólan, passa upp á alla þessa hluti. Og ég held að það rækta þessi gildi getur skipt máli bara hvernig þjóðum vegnar. Og það getur ekki gert, það mun gera, það er bara óhjákvæmilegt. Ég ætla bara að segja, ég er algjörlega sammálaði. Og eitt af því sem við sjáum bara, ég minnst mjög gaman að lesa auðleg þjóðana og bera saman. Það er komnar óbúslega mikið af flottum hagfræðiransóknum og bókum bara sem erum að fjalla þetta. Og það sem iðulega skilur að ríki, hvort það gangi vel eða illa, þá er það menningin, vinnumenningin eða vinnusiðferðið. Og þú getur bara ímyndaðir bara, við lítum bara, sem er alltaf frábært dæmi, menna munurinn á því að fæðast í Texas, Suður Texas eða í Norður Mexíkó er gríðalegur. Þetta er upphafsorð Why Nations Fail. Nákvæmlega, akkurat. Og ég er svo glöð þegar einhver annar að lesa það sem ég er að lesa. og þetta, ég er mjög hugfangin af þessu. Og ég er mjög hugfangin af því að, og ég meina ástæðan fyrir því að ég er að halda áfram í þessu, ég er búin að vera ráðherra núna í 9 ár. Og að ég tel að erindi mínu sé ekki lokið. Og næsta erindi að fara inn í þennan fjármagnskostnað sem ég tel að sé óþarflega hár fyrir ríki, það sem er góður hagvöxtur, skuldi hlutfallslega, ég er alveg sammála að fara í þetta og ég er með spurningamerki sjálf þar og ég var alveg viðrað það og sparnaður í kerfinu að auka svona gríðarlega og framboða sparnaði. Af hverju við erum orðin, sko við vorum hérna alltaf að leita lánsfé hérna fyrir 30-50 árum. Það er ekki staðan í dag. Við erum með einar hæðstu þjóðatekjur á mann og lífeyriskerfið okkar hefur vaxið gríðarlega. Aðalatriðið er að ná niður fjármagnskostnaði. Það þarf að líta á það hvernig þessi raun ávöxtun upp á 3,5% hún er mjög há og það hækkar allt í kjölfarið á því og það sem skiptir mestu máli og við vorum að ræða hérna, við vorum að tala um hérna bókina góðu, Why Nations Fail og það er líka alveg frábær rithöfundur og fjárfestir sem ég held mikið upp og sem heitir Ray Dalio. Þetta er líka verið baráttan mannauð og ef ungt fólk sér að það er hlutfallslega miklu dýrara að kaupa sér íbúð eða reisa sér hús og allt þetta þá er bara raunveruleg spekileki í gangi og það er bara eitthvað, það er bara fyrsta skylda stjórnmálamanna að það sé að umhverfið sé samkeppnishæft á meðal þjóða. Við erum í samkeppni mannauð fyrst og síðast að tryggja það að fólki okkar og alveg svo þú segir að menntakerfi hérna sé þannig að börnin okkar
fái menntun við hæfi, geti leitað tækifæra og allt þetta og þess vegna ég í þessu. Græðið þú og Jón Pétur ekki bara þetta í næstu ríkisstjórn? Ég fekk svo margar spurningar en við verðum eiginlega að byrja á þeim. Ég fekk ótrúlega, ég held ég hef aldrei fengið margar spurningar, ég mun aldrei koma að öllum að. Það er ekki bara jákvæmt fyrir mig? Jú, örugglega, það allavega segir eitthvað. Það er þetta tvíeggjör, það gæti verið. En þú sér því góð að svara, fyrir ekki. Sko, það var einn sem vildi vita, nú Viðreisn með planum það að gangin í ESB til þess að takast á við þennan hræðilega vaxtavanda sem við erum að stadda í. Er það ekki bara flott plan? Nei. Af hverju ekki? Vegna þess að við erum með mun hærri þjóðatekjur en á evrusvæðinu. Ef við lítum á hagvöxt, við erum með 3 sinnum meiri hagvöxt en á evrusvæðinu. Við þurfum að fara í kerfisbreytingar varðandi sparnaðinn og hvernig við getum náð niður þessu háa vaxtastígi. Við sjáum það núna mjög að verðbólgan að lækka, vextir að lækka og ef við bara ber saman atvinnustig og allt þetta, þá kemur þetta vel út fyrir Ísland og eina af ástæðunum líka fyrir því að ég á því að það sé best að það sé mjög sterkt lýðræðislegt umboð þeirra sem stjórna og það bara skortir hjá Evrópusambandinu. Ursula von der Leyen sem ég hitti nú þegar hún var varnarmálaráðherra, hann gaman frá því að segja ég held við séum jafn háar. Ég var svolítið ánægð með það, ég verð bara vikina og svo ég bara komið það. En þannig að ég held að það sé auðveldara að auka samkeppnishæfni Íslands út frá því að vera með EES-samningin og vera í mjög virkum samskiptum við Bandaríkin sem okkar stæðsta útflutningur. Útflutningstekjur eru líklega að koma mestar frá Bandaríkjunum þegar ég að fara yfir töluna ferðaþjónustan og svo fiskurinn og þó að Rotterdam sé þarna eins og það sé verið að fara þá mikið að álútflutningi líka að fara til Bandaríkjana. Svolítið langt svar en það betra fyrir okkur að taka á kerfisvanda hvort sem það sé varðandi sparnaðinn eða varðandi menntakerfið að við gerum það sjálf. Nú hefur Framsókn verið lengi í ríkisstjórn. Undanfarin ár. Ef að þið hefðu haft alla stjórn, hreina meirihluta, hvað heldur að hafa verið gert öðruvísi? Eina lauflétt. Ein lauflétt. Ég hefði viljað fara með markvissari hætti inn í húsnæðismarkaðinn. Ég hefði viljað koma með einingarhús til að fást við Grindavík. Ég hefði viljað vera með mun betri mælikvarða á framboð sliðinni sem ég tala mjög mikið fyrir vegna þess að það skortur. En svo að búa til HMS? Já, ég meina HMS var búið til þess að meðal annars búið til þess bara að ná betur utan tölfræðina og það í fyrsta sem að gerast hjá þessa ríkisstjórn. Ég meina áður voru þetta samtöku iðnaðarins sem þurfti að telja krana og það samstarf til þess að bara ná utan hver bæði staðan á markaðunum, hvað mikið í byggingu, hvað búið að setja mikið í deiluskipulag og ég meina ég skal bara segja ykkur það, ég meina þau samtöl sem ég á við borgarstjórn í Reykjavík, þau gangu út á þrennt. Hvað ertu með mikið að lóðum? Hvað getur sett mikið í deiluskipulag? Hvernig ætlar að gera þetta? Ná tökum á fjárhagnum hjá Reykjavíkurborg sem lykilatriði og ég hefði líka viljað sjá að skuldir okkar, ég meina þær eru 19%, fara svo upp í 32%. Hvað skýrir þetta? Ég bara þarf að sjá það betur til þess að átta mig á því hvernig þetta getur haldið áfram að lækka. Því að þegar þetta lækkar, þá lækkar fjármagnskostnaðurinn sem of hár og ég meina ég segi þetta erindi næstu ríkisstjórnar og við gætum sett meira inn í samgöngur og annað slíkt. Þannig að ég myndi segja að það sé framboðslið húsnæðismarkaðarins og þannig að það sé fleira ungt fólk sem geti farið á markaðinn og hafið von fyrir sig og sína. Nú, ég einfaldi þetta. Já, nei, þetta ágætt. Nú hefur Einar boðað breytingar í borginni. Enginn veit hvaða breytingar það áttu að vera. Sjá engar breytingar. Ef að þið og ég meina, þú veist,
hann meira þess að getur ekki einu sinni staðið í hárun á nokkrum leikskólakennurum á þess að fara að væla, flýr bara til Mexíkó, lætur Dag B. Eggertsson græja sig, þannig að það var nú ekki mjög smart af honum. Ef að þið farið í stjórn með Samfylkingunni, eru þið ekki bara sama hækjan og eru þið í borginni? Nú ætla ég aðeins að fara yfir þetta með borgarstjóran. Það sem hann hefur verið að gera, það er auðvitað verið að deiluskipuleggja 30% aukning frá 22 til 24. Það var skrifað undir samkomulag þar sem Reykjavíkurborg ætlar að setja fjölga 16.000 íbúðir og þarna komum við svolítið aftur inn á þessa framboðslið sem við verðum að sinna. Þannig að ég myndi segja að það sé hreyfing þar og Framsóknarflokkurinn, við erum til hægri í efnahagsmálum en til miðju vinstri varandi velferðamálin og við erum bara lausna miðaður flokkur, þannig hann er búin að fara á fullt í það og ég get ekki betur séð en að það hefði verið ráðningastopp hjá Reykjavíkurborg frá því að Einar var borgarstjóri og ég held öll ónauðsynleg störf. Borgin held ég sé búin að vera að vaksa ég vona að þetta sé að fara rétt með tölur hvort það sé 7,8% á ári og ráðningar hafa verið í takt við það en það hefur ekkert verið ráðið inn, þannig hann er að ná mikill hagræðingu bara í gegnum þetta og svo sýnist mér að hann sé komin á svo kallar grænt ljós varandi fjárhag borgarinnar og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt að ná utan þetta og ég meina okkar samtöl ganga utan þetta og enn og aftur ef þú minnkar framboð, hvort sem segja ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum á vegum hins opinbera, þannig að lækkar líka fjármagnskostnað fyrir allt hagkerfið og ert ekki með ruðningsáhrif á markaðanum, þannig að það eru þetta okkar hlutverk í þessari hagstjórn og ég tala ekki þegar hagvöxtur eins og hann hefur verið á Íslandi hefur verið býsna góður. Nú var ég að hlusta á viðtal við þig þar sem þú sagðir að og það ég er líka atvinnu pólitísku þýðandi, þannig ég get sagt það sem að ráðherrar eru raunverulega að segja þegar þeir tala. Bara fá mér smá vaska. Og þú sagðist sem sagt hata borgarlínu de facto, þú sagðist ekki skilja hana en ég veit að þú hatar hana og þá langar mig að spyrja þig, af hverju hatar þú borgarlínuna? Lilja, við slum bara vera smá ríl hérna. Já, ég gef það. Þú þolir ekki borgarlínuna og þú skilur hann ekki. Þú skilur ekki af hverju erum að eyða tíma í þetta. Þú skilur ekki af hverju erum að eyða þessum tíma í umferðinni. Þú skilur ekki af hverju deilurskipulag þarf að vera undir þessum formerkjum. Þú skilur ekki af hverju við þurfum að viðhalda einhverjum fáránlegum vaxtamörkum borgarinnar til þess einhvern veginn að... Nei, ég held að við sem að sóa tíma og það fyrir töðunar á mér. Nei, ég meina, ég segi það bara. Ég meina, ég gleymi því ekki, ég var eins og fara úr vinnunni. Ég fer 4 og ég ætlaði að fara bara, ég bý í Fossvoginum. Ég var ekki komin heim á klukkan 10:05. Þannig við erum að sofa tíma líka fyrir allt fólk. Já, ég meina algjörlega. Ég meina og þetta bara býr til auka streitu og allt það, ég meina, þannig að ég segi, en fólk sem er, ég bara segi það, sem þekki skipulagsmál betur en ég og þau hafa tröll á trú á sig, en það sem ég var bara svo erfitt með að sjá fyrir mér að þú ert að þrengja nú sér ég meira að sjá þetta fyrir mér, loka augunum og allt. Nei, ég hef oft sagt, ég meina það var alveg frábært þegar einhver geti bara farið yfir þetta með mér að því að ég meina ég á auðvöldara með að þekkja eins og ég sagði, bara greiðslu í öfnu þjóðarbúsins bara býsna vel við hlinn á þessu, að því að þetta virkar þannig á mig að við séum að fækka akreinum, ekki satt, og við séum svo með þetta gegnum flæði og strætó sem allir er að nota og þannig að ég svona einhvern veginn bara og ég bara vona að ég hef verið rangt fyrir mér en þetta er það sem ég hef bara haft áhyggjur og ég margsins sagt það vegna þess að því að bara eins og vorum að nefna þú þarft að nema nýtt land til þess að geta haldið vexti og þarft líka að taka miða bara óskum fólksins í landinu og ég meina eitt af því sem við höfum hér er við höfum landsvæði og þannig að ég er svona átundursoltar að skilja það, ég bara viðurkenna það. Já, en líka ég er hrifinn af góðum samgöngum. Ég hef búið í Boston, þar sem er mjög gott lestarkerfi miðað við hvað byggðin er í rauninni svolítið óþægileg. Hún er löng niður á við, þannig að það er óþægilegt að viðhalda góðum samgöngum, en þær eru mjög góðar. Og þegar ég er að ræða þetta af fólk, þá er mitt en af hverju vilt ekki góðar almenningssamgöngur? Það er ekki það sem að snýst heldur fórnarkostnaðurinn og eins og þú varst að segja, tímasóunin sem að þetta er í raun. Og því að við erum búin við þannig land
að við getum ekki eins og sannfært fólk að nota strætó í dag. Þannig að það ekki eins og við séum að reyna að taka við umfram eftirspurninni til þess að búa til framboð. Við erum að búa til framboð í vonum það að einhver umfram eftirspurn muni koma til með að myndast. Já, og þegar ég nefnilega mjög sammála, þegar ég hef búið erlendis. Ég veit þú ert það nefnilega. Já, þegar ég hef búið erlendis. Það er þú hatar borgarlínuna. Nei, já, það sem ég vildi sagt hafa að ég nefnilega nota almenningssamgöngur þegar ég búið erlendis mjög mikið, finnst það bara þægilegt. Ég ætla að fara að kalla ráðherrabílinn almenningssamgöngur. Það sem ég heyrði alveg strax hvernig þetta var að fara að hljóma, þannig að ég passaði mig á því. Þegar ég bjó hjá foreldrum mínum og var í háskóla, þá notaði ég strætó mjög mikið og ég notaði strætó til þess að lesa. Mér finnst það bara mjög þægilegt og hef ekkert út á almenningssamgöngur að setja, nema síðu sé. Það sem ég finnst bara, þegar maður veit alltaf að miða út frá fjölskyldu og öðru slíku, að það eru sem betur fer mjög mikið að flest börn, þau eru í íþróttum, þau eru mörg líka í tónlist og þetta er bara mjög mikið fyrirtæki fyrir margar fjölskyldur að fara með börnin sín þarna. Þannig að ég átta mikið alveg á því bara hvernig við getum alveg verið án einkabílsins miðað við það sem sumir eru að boða og ég er bara hreinskilin og ég er mjög praktísk kona. Þannig að það er það sem ég hef verið að setja spurningamörki við og svo vildi ég líka nefna að við erum auðvitað, veðurfari hjá okkur er öðruvísi og ég sé bara ekki að við höfum náð þessu í gegn. En hafandi sagt þetta líka, ég meina, mér finnst frábært að hjóla og ég er mjög duglega að nýta alla göngustíga og allt þetta, ég meina, ég sé ekki á þessum göngustígum bara örugglega svona klukkutíma á dag. En þetta er samt alveg rétt, ég meina, og það var einn sem að kom með ágætispunkt, ég var að ræða við mann daginn almenningssamgöngur og allt talað enkabílinn, þetta er ekkert enkabíl, þetta er fjölskyldubíl. Algjörlega, það sem þess vegna var ég svona allt í einu fipaðistið, þetta er fjölskyldubíl og svo er annað því sem ég nú verið að nefna við borgarstjóran og nú ætlum ég bara að koma með þetta einar og fleiri sem fá að heyra þessu samtali að því að ég fór að lesa mig til samgöngur út af því að við erum í meirihluta og eitt af því sem er gert, ég fór að lesa borgir sem eru bílaborgir að því ég er að reyna að hugsa, þú veist með bílaborgir, hvað gera þær til þess að auðvelda að þeir komið svona mikla umferð og þú veist, klukkutími heim, klukkutími í vinnu sem er að mínu mati mjög sérstakt fyrir Reykjavík. Þá fór ég að hugsa, er hægt að vera með umferð niðrettir á 2 eða 4 akrinum og hringur utan borgina þannig að þú sért ekki lokaður inni. Hvað M1 í London eða hvað sem þetta er? Akkur gerum við ekki eitthvað svoleiðis? Ég meina, ég er ekki búin að, ég er svona byrja að nefna þetta. Akkur förum við ekki fyrst í einhverja svoleiðis aðgerði líka til þess að reyna að létta á umferðina því við vitum að umferðin er mest á ákveðnum tíma. Akkur förum við ekki einhverja svoleiðis skipulags aðgerðir? Og ég meina annað sem fer, svo ég að tala meira sem fyrir töðunar mér. Já, hvað um það? Nei, ég meina, þú veist, ég vil sjá þess að ljósastillingu í lagi. Mér sýnist nú þess að sé að verða smá framgangur í því, en allt svona sem hún getur gert, sem þarf ekki að kosta alveg ofboðslega mikið, eins og með margar borgir, sem bara á ákveðnum tímapunkti, veist, allir niðrettir, allir uppettir til þess að létta á kerfinu. Hvernig finnst þér þetta? Ég meina, sko, ég er náttúrulega sammálaður og ég meina, ég talaði á sínum tíma, ég var að ræða við einhvern sem er einmitt núna í þessum málum og ég sagði, akkur erum við ekki bara með stóræðakerfi, þar sem að við erum með stærri vagna til þess að koma fólki fyrir út af því að borgin er rauninni bara 2 stóræðar. Þetta er Sæbrautin og svo er Miklabrautin upp í Mosó og ég spurði bara, akkur erum við ekki með 2 stóræðar og minni bíla og það var nei, það er brómaðilegt. Svo kom borgarlínu hugmyndar og það er eiginlega nákvæmlega þetta. Og ég var eitthvað, hvað er af hverju við erum svo ópraktísk á svo mörgum sviðum í þessu. Þannig að það er eiginlega ótrúlega. En hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu bráðan. Hérna, við ætlum í bjórleikin. Ég er búinn að skrifa niður nokkuð nöfn. Þú ert sem sagt á leiðin í bjór með 2 einstaklingum sem þú þarft að velja á milli. Já. Skilur hinn eftir heima. Já. Og ferð að hörku fyllir í með hinnum. Þorgerður Katrín eða Sigmundur Davíð? Sigmundur Davíð. Vigdís Hasler eða Jódís Skúla? Vigdís Hasler.
Jón Gunnarsson eða Bjarki Olsen? Bjarki. Aha, hvað varstu? Hún rosalega hress. Þú þurfti líka að vera Þú þurfti líka að pína að vera stressuð því að Mossad var að hlusta og fara með Jóni Gunnarssoni. Herðu, Svandís eða Kristrún? Svandís. Ég þekki hana betur. Ég var alveg til að vera með báðum. Ég viðurkenni það alveg. Ég þekki líka Kristrún. Kristrún vann með mér í Seðlabankanum og var mjög einbytt. Já. Hún er með plan. En kannski ef þú fyrir að tala um þetta plan við mig, þá veit ég það ekki. Ég reyndar, ég var með hana í fyrradag og ég var að gefa þátt bara rétt á hana þú komst. Og sem ég mitt, fyrsta spurningi var bara, þið eru með plan. En sko, ég samt álásaði þeim ekki fyrir að vera með plan. Mér finnst það alveg gott, ég meina ef þú ert til dæmis í atvinnurekstri eða eitthvað þannig, þá er gott að vera með plan. Ég er ung fyrir plan, þannig að mér finnst þetta svo óþægilt, mér finnst búið að taka svolítið Ég verð að segja það, mér finnst það frábært að þau sé með plan, ég er bara búin að segja það svolítið oft. Já. En þá kannski það líka gott fyrir það, ég veit það ekki. En má ég koma með eitt varandi listamannalaunin? Já. Bara, þú veist að því að listamannalaunin, það var ekki verið að hækka þau, það var að vera að fjölga þeim, vegna þess að það hefði verið óbreytt frá 2009 í 15 ár og þú bara fórst yfir allan þennan tíma og þar til að búið að klára þessa fjölgun, þá er þetta aukningu upp á 2,5-3% á ásgrundvelli og ég varð að gera þetta vegna þess að bara grunnurinn að þessar skapandi Íslandi er þarna, fyrstu starfslaun listamanna eru veitt 1886 og svo höfum við verið að veita þau og þetta er bara, ég þekkti ekki mikið til skapandi greina áður en ég fór að vinna við þetta og ég bara ber óbúslega mikla virðingu fyrir því sem við erum að gera á þessu sviði og mér fannst það var ekkert búið að gerast í þessu að því mér fannst ekki tímabært að gera þetta þú vorum í COVID-aðgerðunum að ég hafði það hlutverk að fyrst að auka í, taka svo út bara eins og klassísk keynesísk hagfræði og ég þurfti að koma og það er búið að segja svo mikið um það þetta sé eitthvað algjört en tölunar, ég get sendt þér þessar tölur ég er bara mjög vel undir mörgum ráðurum í aukningu og þessi COVID, ég menna lítu á háskólastigi, það er búið að vera aukning þar okkur einasta ári, þetta er flokkurinn sem er að tala um að sé einhver brjálu eðsla og þá getur þú hort á mig, það er ekki rétt. Bara aðhald, já, þú ert aðhald sem hann ekki greinilega. Já, eins og segja, við þurfum að ljúka. Ég var með fleiri nöfn, mér langar samt bara rétt á hundavæði, þó maður er nú ekki að fara í þessu umræðu hundavæði. Sigurður Ingi kom með að mínum mati frekar ótrúverðuga ræðu í formanns kappræðum eða hvað sem þetta heitir þar sem hann var að tala um útlendingamálin ég er ekki rasisti mér finnst þetta alveg ómögulegt þú talar um plön Sigurður Ingi sagði annað hjá mér heldur en hann talaði ekki svona hjá mér svo var allt í hann komið nýr tón ég veit ekki hvort að það verið út af pólitískri eftirspurni eða eitthvað fleira tíðanlíkt hvað er bara svo hvað ég nefnið bara fljótu bara ég veit þetta er ekki kannski auðveld umræða en bara planið í útlendingamálum bara út af því að það er eitthvað sem að fólki er huglægt sagt að þetta sé ekki að mikilvægasta kannski eðlilegt með við stýrivextina en þetta er samt eitthvað sem fólk er að spá í hvað er planið? Það þarf að vera sjálfbært það þarf að vera þannig að við vorum komið hælisleitenda kerfi sem var búið að það var stjórnlaust það er bara þannig og ég meina ég var hef verið mjög skýr hvað það varðar og við vorum komin upp í kostnað sem var orðin 28 miljardar og það segir sér sjálft að þetta bara gengur ekki upp. Ég meina kerfið gat ekki ráðið við umsóknir og annað slíkt. Það hefur dregið saman 50% og er allt annað í dag eftir við fórum í ákveðnar aðgerðir sem voru löngu tímabærar. Þetta er þetta alþjóðlega verndarkerfi. Við erum hins vegar með vinnumarkað sem er mjög sveigjanlegur og hefur auðvitað dregið úr því að verðbólga hækki og annað slíkt og verið með aukinn hagvöxt út á því. Það sem ég held að formaður Framsóknarflokksins hefði í raun og veru, ekki það ég ætla að vera þýðandi eins og þú. Þegar sem hann raunverulega fannst. Já, en ég meina, ég held að þetta sé líka þannig að við auðvitað búum við alþjóðlega vinnumarkað og ég þekki mjög vel til að mynda pólska samfélagsins, búin að fylgjast mjög vel með þeim, ég meina ég er úr Fellaskóla á Breiðholtinu og veit mjög vel hvað er að gera ég kenni mikið af Pólverjum og ég meina þeirra hugmyndir gagnvart þessum málum eru miklu hægri sinnaðar heldur en nokkuð tíma Íslendinga. Já, og það sem mér finnst bara að vera mjög brýnt er að það fólk sem hefur komið hingað og þessi sveigjanleiki sem er að við auðvitað bara tryggjum að það sé
vel við þetta fólk, við komum vel fram við þau, ekkert enn í samt við það, heldur freka það að við þurfum að tryggja að fólk læri íslensku og að fólk hafi líka ástæðu til þess að læra íslensku og ég heiti mikið af þessum krökkum sem eru í Fjallaskóla og þau eru alveg með það á hreinu að númer 1, 2 og 3 er að læra íslensku til þess að þú getur verið öflug á framhaldsskólastiginu og leita frekari tækifæra. Þannig ég held að það sem við séum að segja, ég meina við viljum að kerfin okkur sé sjálfbær, við séum ekki í þessari vitleysu sem var, en að við tryggjum að það séu hér það sé verið að virða öll mannréttindi og allt annað slíkt og líka kerfin ráði við þetta, það segir sér alveg sjálft að þú getur ekki þegar það stöðugur straumur af nýjum nemendum sem koma inn og það bara menntakerfið í erfiðleikum með að ná utanum þau börn sem eru mér mjög, ég segi það bara, mjög hjartfólkin og þá þurfum við að staldra þess við og segja, eru á réttri leið getum við gert það betur en við verðum með sveigjanlega vinnumarka og ég ætla að vona það. Þú ert segari stjórnmálamæður heldur en ég held þú væri, svona í persónu. Þannig að þetta var mjög vel gert þér. Lilja Alfreðsdóttir. Það er margir segja það, sko, nei. Er það ekki? Já, nei, ég bara, eins og segja, þetta var mjög skemmtilegt. Hérna bara, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Takk.